Hitaveita Suðurnesja að renna okkur úr greipum, segir Guðbrandur Einarsson, bæjarfulltrúi í Reykjanesbæ. Hið sameinaða félag Reykjavík Energy Invest og Geysir Green Energy á nú tæpan helming í hitaveitunni og fer með forræði yfir félaginu, segir Guðbrandur. Lóa Pind Aldísadóttir. Þau tíðindi bárust í gær að 2 stærstu orkuútrása fyrirtæki landsins hafa verið sameinuð undir nafni Reykjavík Energy Invest. Mikil ólga í kringum þessa sameiningu sem bar mjög brátt að. Fulltrúi minnihlutans í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur gagnrýndi málsræðan harkalega í fréttum okkar í gær og í Morgunblaðinu í dag kemur fram að harðar deilur séu meðal borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins vegna málsins. Ekki náðist í neinn þeirra í morgun. En Guðbrandur Einarsson í minnihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar verulega ósáttur við samrunan. Við erum greinilega að missa tökin í hitaveitunni með þær upplýsingar sem fram eru komna núna. Guðbrandur segir Árna Sigfússon bæjarstjóra í Reykjanesbæ ekki hafa staðið sig í þessu máli. Hann hafi haldið því fram að Geysir Green væri fýsilegur samstarfsaðili til framtíðar fyrir hitaveitu Suðurnesja. En það bara því miður koma á daginn að hugmyndir Geysis voru allt aðrar. Og nú sitjum við í minnihluta í stjórn hitaveitunar. Guðbrandur var frá upphafi mótfallin aðkomu Geysir Green að hitaveitunni. Við erum bara mjög slegin yfir því að við erum að horfa á eftir því fyrirtæki sem við höfum verið að byggja upp í áratugi að það sé að renna okkur úr greipum. Málið allt í loft upp, segir Guðbrandur, óvissan mikil. Hverjir koma til með að eiga heita og kalda vatnið? Hverjir koma til með að eiga orkuverun okkar? Hverjir koma til með að eiga nýtingaréttinn? Þannig að það bara öllum þessum spurningum sem ósvarað og meðan við vitum ekki svörin þá getum við ekkert þetta sagt.